Góðan daginn, komið í sæl. Ég heiti Hanna Ragnarsdóttir og prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég ætla að fjalla rannsókn sem ég nýbyrjuð að vinna tungumálastefnu fjölbreyttra fjölskyldna, innflytjenda og áhrif hennar á menntun. Og þetta 3 ára verkefni og styrkt af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. En ef ég byrja á aðeins stöðunni í samfélagi og menntakerfinu, þá fjölbreytni samfélagsins að aukast og hún endurspeglast í menntakerfinu. Það sem eru í dag 13,7% allra leikskólabarna og 11,5% grunnskólanemenda með annað móðurmál en íslensku. Og þetta endurspeglast líka bara í fjölda tungumála í skólum og í dag það bil 100 tungumál töluð í skólum á Íslandi. En markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á tungumálastefnu fjölbreyttra fjölskyldna innflytjenda og hvernig hún hefur áhrif á menntun barnanna og einnig samstarf foreldra barnanna við skólastjórnendur og kennara í leik- og grunnskólum. Fræðilegur rammi verkefnisins og erindisins tungumálastefna fjölskyldna og þetta nýr vettvangur í rannsóknum þar sem verið að skoða hvernig fjölskyldur velja tungumál, vinna með tungumál, skipuleggja tungumál á sínum heimilum og þá í raun og veru verið að tala fjölskyldur sem eru með fleiri en eitt tungumál í mörgum tilvikum og hvernig þau skipuleggja notkun tungumálana sín á milli. Ég skoði þetta líka út frá fjöltyngismenntun, þar að segja menntun og kennsla þar sem verið að vinna með mörg tungumál og einnig menningarmiðuð menntun þar sem verið að vinna út frá menningu og uppruna nemenda. Tungumálastefna þar í raun og veru eru rannsóknir og kenningar fyrirliggjandi hvernig notkun tungumála er skipulögð og hvernig fjölskyldumeðlimir læra þau og hvernig samið notkun þeirra innan fjölskyldna. Eins og ég sagði þá þetta frekar nýr vettvangur í rannsóknum og þarna líka verið að horfa á hvernig börn hafa áhrif á tungumálastefnu á sínum heimilum. Og eins og þekkt þá eru til dæmis börn ekkert alltaf tilbúin að tala það tungumál sem foreldrarnir vilja inn á heimili. Ég hef líka skoðað til dæmis kenningar Cummins og Schumacher-Corbett og þeirra rannsóknir námsrými jöfnuðar fyrir fjöltengda nemendahópa, hvernig slík námsrými eru þróuð og hvernig byggt á reynslu og þekkingu nemenda í tungumálum. Og þau bæði halda því fram að áhersla á eitt tungumál hafi neikvæðar afleiðingar fyrir fjöltengda nemendahópa og því þurfi að vinna markvisst á grunni þessar tungumála sem þau koma með. Og menningarmiðuð menntun, hún gengur fyrst og fremst út á að viðurkenna og virða menningarlega bakgrunn allra nemenda og byggja á honum í menntun og öllu skólastarfi. En aðferðin, rannsóknin fjöltilvika rannsókn en í þessu erindi ég aðallega að tala gögn frá foreldrum í 3 fjölskyldum innflytjenda sem nota 2 eða fleiri tungumál í daglegu lífi og svo gögn úr viðtölum við 2 kennara og 2 skólastjóra barna þessara fjölskyldna. Og þetta eru kennarar og skólastjóri í einum leikskóla. Eins og segi þá þetta svona fyrstu niðurstöður, ég að hefja þessa rannsókn og að kynna þetta eina tilvik, þennan eina skóla og þessa fjölskyldur í dag. En aðeins fjölskyldurnar, þær tala 1-3 tungumál á heimilu sínum, þær hafa búið á Íslandi mislengi, 2-12 ár, þær hafa skýra og vel afmarkaða tungumálastefnu og leggja áherslu á mikilvægi tungumála fyrir börnin sín. En tungumálastefnan á þessum heimilum ólík og framkvæmd hennar líka. Þannig að ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessum mismun eins og hann birtist í gögnunum. Hér til dæmis tilvitnun í eitt foreldri sem talar mikilvægi fjöltengis fyrir börnin og hún segir, ég held að hún, dóttirinn, muni seinna í lífinu virkilega njóta góðs af því almennt að hafa þá fjöltengi án við. Hvert sem hún fer, það skiptir ekki máli hvar hún mun búa. Og ég held að það hjálpi líka við þroska hennar og heilastarfsemi, segir þessi móðir. Ekki bara varðandi tungumál, heldur líka í tengslu við rökræna hugsun og starffræði. Ég held að það muni hjálpa henni mikið. Þannig að hérna dæmi foreldri sem hefur kynnt sér mikilvægi fjöltengis og hefur
sterka samfæringu að það sé mikilvægt fyrir börn að þróa með sér fjöltyngi. Og annað foreldri sem nefnir dæmi hlutverk foreldra og hvernig þau skipuleggja þessi foreldrar hlutverk sitt gagnvart skólanum. Og hún segir að mínu mati þegar hún að læra móðurmál sitt, ég seti hennar Svega til að nefna ekki móðurmáli, og ensku þá það mitt hlutverk. Og þeirra hlutverk, þá hún að tala skólan, að kenna henni íslensku. Svo ég hef ekki verið að biðja neina aðstoð, það að segja við móðurmálið. Ég verið að halda því þannig að það þeirra hlutverk að kenna henni íslensku í leikskólanum, svo hún geti átt samskipti við önnur börn og kennarana og mitt hlutverk að kenna henni ensku og svo móðurmálið. Við höfum haldið þessu þannig. Og foreldrarnir sem ég búin að tala við hingað til eru allir með mjög skýra stefnu hlutverka skipti, það að segja hvað foreldrar gera og hvað skólarnir gera í sambandi við tungumál barnanna. Og hérna dæmi frá fjölskyldu þar sem eru 3 tungumál á heimilinu og hvernig þau hugsa þetta í sambandi við hver gerir hvað í sambandi við tungumálakennslu. Hún segir við notum 3 tungumál heima og ég ætla ekki að segja ykkur hvað tungumál það eru. Og við heyrum dóttur okkar tala íslensku auðvitað, við styðjum það og eigum fullt af íslenskum bókum. En þar sem við tölum ekki íslensku viljum við ekki kenna henni íslensku því við auðvitað viljum ekki kenna henni einhverja vitleysu. Þannig að þannig eru foreldrar að styðja við íslenskuna með því að eiga íslenskt efni heima en tala ekki íslensku við barni af ótta við að vera að kenna henni einhverja vitleysa meðferð íslensku. En semst eru með önnur þá 3 tungumál á heimilinu, þannig að barnið semst með 4 tungumál í daglegu lífi. Og hérna eitt dæmi notkun móðurmáls í leikskólanum og foreldri segir þau myndu ekki banna henni að tala móðurmálið, en málið að hún vill í rauninni ekki tala móðurmálið þar. Hún talar alltaf ensku. Ég veit að hún talar við þau á ensku. Og þetta svona umhugsunarvert, hvers vegna barnið vill ekki tala móðurmálið í skólanum og hvort að skólinn geti stutt betur við notkun móðurmáls. Þannig að barnið sé eigi auðveldara með að nota það og sé svona öruggara að nota sitt móðurmál frekar en ensku í leikskólanum. En leikskólinn sem ég að fjalla hérna í dag með mjög skýra læsistefnu og áherslu á tvítyngji og fjöltyngi og hér eru dæmi úr læsistefnunni. Þar kemur fram að mikilvægt að fullt tillit sé tekið til þess í leikskólanum að barn hafi annað móðurmál en íslensku, að þau tungumál sem börn alast upp við séu virk og að umhverfi leikskólans efli allega málþroska barnanna hvort sem þau eiga íslensku móðurmáli eða annað mál. En þessi leikskóli að þróa starfshætti á þessum grunni og það mikil áhugi fyrir að þróa virkt fjöltyngi barna. Kennsluhættir sem henta fjöltyngdum nemendum í mótun í þessum skóla og mikill áhugi bæði hjá stjórnendum og kennurum að þróa svona tungumál og menningarmiðaða kennsluhætti eins og ég nefndi áðan í samband við í fræðilega hlutanum og að kennari fóð viðeigandi þjálfun. Og það líka áhuga á að auka samstarfi foreldrana til að styðja við fjöltyngi en sem komið ekki mikið búið að vinna hvað var þessa kennsluhætti en sem sagt stefna í mótun og áhugi fyrir hendi. Einn leikskólastjórinn eða annar leikskólastjórinn segir í viðtali áherslu leikskóla það snýst kannski heimamenninguna, hvað það sem foreldrunum finnst mikilvægt að koma með og þau koma og lesa á móðurmálinu. Við lærum jafnvel að syngja eitthvað á móðurmálinu og það langmest unnið með þetta á elstu deildinni. Það sem verið að pæla í rituninni og svo framvegis, þau eru að læra orð og þau hefa mjög mikinn áhuga á tungumálum bara og svo náttúrulega rosa gaman því að það önnur ritun heldur en okkar. Þannig að þetta svona dæmi úr viðtali þar sem kemur fram að það áhugi fyrir hendi að það vilji til að vinna með bæði heimamenningu og ólík móðurmál og það byrjað aðalega á elstu deildinni að vinna með þetta og í sambandi við ritun. Þannig að þetta búið að leggja ákveðin grunn að hafa móðurmál sýnileg og að vinna með þau.
Það eru ákveðnar áskoranir auðvitað, þó það sé áhugi fyrir hendi í þessum leikskóla, þá skortur og markvissir þjálfun kennara tungumál og menningarmiðaða kennsluhætti og þarna þyrfti að leggja inn einhverja svona, þarna þyrfti að leggja inn markvissa þjálfun til lengri tíma þannig að kennarar væru svona allir meðvitaðir og hefði yfirsýn yfir hvers konar aðferðir gott að nota í þessu skyni. Samtal og samstarf við foreldra í þessum leikskóla umfjöldingi enn af frekar skortnum skammti en það vilji fyrir hendi til að gera betur og eins og kemur fram í viðtölum við foreldra þá heilmikið þekking þar og skýrar hugmyndur hvernig þau vilja vinna með tungumálið og þannig að þarna væri mikilvægt að samtalið færi fram við foreldra hvernig best að vinna saman, skólar og foreldrar. Og þannig mætti nýta miklu betur þekkingu foreldra og byggja á tungumálastefnu þeirra í leikskólastarfinu. Og ég held í þessu tilviki þá gætu skólarnir lært heilmikið af því sem foreldrar að gera og auðvitað gætu foreldrar líka lært af skólunum. Af því að þessi skólar með hugmyndur margs konar kennsluhætti og starfshætti þar sem byggt á mismunandi tungumálum og menningu en frekar stutt komnir í innleiðingu. Og það ástæða til að skoða þetta í fleiri skólum og með fleiri foreldrum og það það sem ég hef hugsað mér að gera í þessari rannsókn. Takk fyrir.